Áður en haldið í barnaþorpið heimsækja Rúrik og Jói strjálbýlt svæði í Ngabu þar sem fátækustu íbúar landsins búa. Fólk fast í sára fátækt sem þýðir að hver fjölskylda lifir á undir 250 krónum á dag. Þarna eru barnafjölskyldur svo fátækar að margar þeirra hreinlega leysast upp því foreldrarnir geta ekki séð fyrir börnum sínum. Þarna hafa 15% barna undir 18 ára aldri mist báða foreldra sína. Til að fyrirbyggja aðskilnað barna við foreldra sína starfrækja SOS barnaþorpin allan heim svokallaða fjölskyldueflingu á fátækustu svæðunum. Útskýra aðeins fyrir okkur hvað fjölskylduefling SOS er. Það snýst það að hjálpa sárafátækum barnafjölskyldum úr sárafátækt þar sem að þau lifa á $1 á dag og undir því og kannski einni máltíð á dag og hjálpa þeim upp í að verða sjálfbærar. Þetta forðar fjölskyldunum frá sundrungu eða að það bara leysast upp. Eins og Aríena sagði áðan sem að fekk einmitt saumavél til að geta byrjað að sauma og til að geta starta sínum eigin business. Hún sagði það sjálf áðan að við erum með þessari fjölskylduhjálp að bjarga börnum frá því hreinlega enda í vændi. Meðal afleiðinga vændis fjölgun HIV tilfella með tilheyrandi dauðsföllum og eftirstanda munaðarlaus börn. Ngabu area alone has 13,500 children who are about to lose parental care. Og þarna einmitt fjölskyldueflingin sem fjármögnuð af SOS barnaþorpunum á Íslandi. Það má segja að þarna sé SOS ekki að gefa fólkinu fisk í matinn, heldur veiðistöng til að veiða fiskinn. Íbúar Chihuahua héraðs áttu eftir að upplifa hörmungar aðeins 3 dögum eftir þessa heimsókn Rúriks og Jóa. Fellibylur reið þá yfir svæðið með skelfilegum afleiðingum. Flóð, úrhelli og ofsamyndar skullu á 18 sveitarfélögum í Suður Malaví. Yfir 70 manns létust og nærri 200.000 manns mistu heimili sín. Nokkrar af þessum fjölskyldum mistu aleigu sína, hús, uppskeru og matarbirgðir. Í Malaví 1 milljón barna að alast upp við að hafa mist foreldri, annaðhvort mömmu, pabba eða bæði.